Jú, Árelíus hefði orðið 100 ára núna 7. september, þriðjudagskvöldi 7. september og hann var nú prestur hér í hátt í 30 ár, svo það var bara eðlilegt og sjálfsagt að það verði haldið upp á það hér í Langholtskirkju. Hann kom hingað leið og söfnuður var stofnað 1952 og var alveg fram undir 1980 og byggði þetta upp hér ásamt vaskri sveit sem hann fékk með sér og Helgi Þorláksson var þar formaður sóknarnefndar, þeir unnu gríðarlega mikið saman að byggja hér upp. Og við ætlum að minnast þess og ekki síst bara hvernig það var að koma hingað 1952. Það var engin kirkja og engin aðstæða, engin prestbústaður og ekki neitt og fara svolítið yfir það svið og hvað gerðist. Það var margt mjög spennandi. Þeir til dæmis ákvað það að byrja að byggja safnaðarheimili en ekki kirkjuhúsið sjálft því að þeir höfðu þá sýn að kalla fólki saman í söfnuðunum og efla safnaðarvitund. Við þekkjum það að sér Árelíus, hann var einlægur trúmaður og hrifnæmur mjög og hann starfaði mikið með barna og unglinga til dæmis. Hann samdi sögur, þýddi sögur, samdi sálma og dægurlög og hann hélt kvöldvökur, hann kallaði unga fólki saman til að dansa og ótal margt og við ætlum að fara aðeins yfir þessar hliðar á honum, varpa fram þessum myndum.